Gleðilegan miðvikudag. Gleðilegan miðvikudag og nýjan þátt af tímavélinni. Já, basically. Já. Við gerðum einu sem tímavélina og tókum við fyrir árið 2010. Já. En núna ætlum við að taka 2016. Augljóslega, það er allir að tala um 2016. Allir að tala um 2016. Jesús Eitt sem við höfum ekki 2016 Já. er Happy Hydrate. Nei, við höfum ekki Happy Hydrate. Ég hefði viljað, sko. Það hefur næst, en ég ætla að fá mig núna og ætla að snjóta þess að það er í búið 2006. Já, 2026, við erum með Happy Hydrate, ekki sofa á því. Nei. Við erum þakklokkin einsta dag fyrir þá staðreind. Ángríns. Að við séum með Happy Hydrate, þetta er mjög mikilvægt. Þetta er rosalega mikilvægt, sérstaklega líka því ég fór í gusu daginn. Einmitt. Fórstu fór í gusu. Þá þurfti ég svelt og steinefni. Er það ekki? Og hvar vorum við að gera grín á gusunni? Var það í áskriftinu hjá okkur? Það geti alveg vel verið, en ég hef alltaf sagt Alltaf langað að prófa það? Alltaf langað að prófa það og ég hef alltaf líka sagt að þetta er svona ég er típisk, sko, til þess að verða alveg bara já, nú er ég gusari. Já, þú myndir örugglega alveg elska það. Það er allir í þessu, sko. Ég er svo til það. Ég var nefnilega svo hrædd við þetta. Ég var svo hrædd við þetta að ég á erfitt með að vera inn í venjulegri bara sánu, sko. Já, meinar. Svo nú fann ég annan tappa. Þetta er tappinn sem ég á gólfinu. Við týndum tappanum af Happy Hydrate brúsunum. Muniði með okkur. Ekki gleyma að það er hægt að fá tilbúið 25. Áskrift af Happy Hydrate. Já, afslátt áskrift. Já, það sullaði sig á þér. Smá, ég sé það. Elskar mín. Allt í lagi. Allt í lagi. En já, endilega nýtið ykkur það. Já, geðveikt. Fá 25% af og áskrift, það er slei. Og frían glerbrúsa. Já. Þetta er nefnilega geggjaði brúsar, að maður vill ekki setja þetta í vassbrúsarinn, sko. Nei, þú vill ekki vera með dedicated happy brúsa. 100%. Og líka bara einhvern veginn, þú veist, að þrífa glerbrúsan, þá fer einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki, það er mjög auðvelt að þrífa glerbrúsa. Já, hann verður ekki svona mattur einhvern veginn. Já, hann verður ekki eitthvað svona ógeð, þú veist, manni líður alveg vel að setja hann í. Já, það er ekkert líka, þú veist, bragð. Ég hef aldrei fundið bara eitthvað vont bragð eftir á, skilur. Nei, nákvæmlega. Og lyktin næsta lúra og eitthvað. Já, maður ætti alveg bara að vera með alla brúsa gler. Að því ég hugsa það. Eða náttúrulega. Álbrúsunir frá Happy geggjaðar. En já, við erum alltaf vel hydrated og já, við talum að þessu gusuna hérna. Já, hvernig var? Herri, þetta var rosalegt. Já. Þetta var rosalegt. Ég hafði enga trú á sjálfum mér. Bara enga. Gjössamlega enga. Varstu að syngja? Nei, reyndar ekki. Nei. Þú veist, það eru aldrei ótrúlega mikið mismunandi útgáfum á gusu. Ég fór bara í frekar svona klassíska bara með bara svona frekar nýjum lögum og skemmtilegum lögum. Og hvað er það að hlusta bara lög? Já, og bara sitja og hlusta? Já, sko, ein lóta eru 4 lög. Ok. Þannig að þú veist bara, þessi 4 lög, þá er búin. Þá má ég fara út. Og þú situr bara inn á meðan? Já. Og situr bara basically degja, skilur. Og þetta. Og alltaf svona, taka blæjavengin og þú veist, þá kemur ennþá heitar á þig, skilur. Ok. Sirka, ég veit ekki nákvæmlega, hvort ég var að fylgjast með nógu vel með. Sirka eftir eitt lag, þá kemur önnur gusa á, skilur, steinana. Og þá verður ennþá heitara, skilur. Ok. Sirka 13-15 mínútur eða sirka hvert session, svo fyrir maður út og alls konar bíða þar aðeins, kæla sig, fyrir aftur inn, aftur 13-15 mínútur 4 lög, út og 3 skipti. Þetta er alltaf sem ég fór í. Og hvað fórstu að gera úti? Bara kælaði. Já, þú fórst ekki til sjóin eða eitthvað þannig? Nei, það var ógeðslega kallt og mikið rók, ég hef bara ekki þóraði, sko. Nei. En ef það verið sumar, þá var kannski næs að hoppa í sjóin. Já. Og þegar það er heitt úti, en það var svo geð kallt, þannig að maður bara fljótur að kæla sig niður. Já. En jú, maður fekk svona snakka ávexti og vatn og maður bara drekka endalst af vatni og sölt steinumnum og já, einmitt. Geðveikt, þetta er alveg, þú veist, ég er alveg á vagninu núna. Ég var alveg hættu þetta. Já, ég er ógeðslega til að pröfa þetta. Ég er alveg opinn. Já, en hvað gerir þetta fyrir mann? Það er alltaf bara, þú veist, hella, já, það er alltaf bara svona gufur, þú veist, bara svona, það er alltaf svona hella næs. Já. En ég var svona að hugsa bara svona, er holdt að fara bara 6 viku? Já, einmitt. Þú veist, ég myndi vera bara svona, kannski 2 vikna fresti fara í þetta. Ég væri til að bara heyra bara the benefits á bara gusu. Já, þú veist, þannig að maður veit að það er gott að vera gufur og eitthvað skilur. Er það ekki bara til þess að losa úr eiturefnum líkamannum og draga bólgum og alls konar, þú veist, I don't fucking know the details of it, en þú veist, ég held að allir svona vita svona at the back of their head að það er holdt að fara í svona gufur. Já. En svona aggressive heitar, I don't know. Það lítur úr eitthvað. Það er augljóslega eitthvað. Þetta er eitthvað svona, já, fólk sem að Við erum að kynna okkur það. Já, við erum að kynna okkur það. Ég er ógeðslega til að pröfa þetta, sko. Já, en ég held að ég væri alveg búin á því ef ég myndi fara, skilurðu, nokkur sem í viku, sko. Já. I don't know. En þetta er alveg gaman. Já, ég er ógeðslega til að pröfa þetta, sko. Já, við erum að fara. Já, ég var til að sjá hvort þú myndir ná að halda út. Já, sumir sem náði bara ekki. Ég held það, sko. Já.
að þetta alveg erfitt en hann, þú veist, sagði um mig bara, guðsumestarinn, bara þú getur meira en þú heldur, að ég var bara svona fuck, að ef ég hleyp út, þá náttúrulega kæli ég fyrir öllum, ég vil ekki gera það en ég settist bara á, þú veist, kaldasta staðinn, það er ekki beint fyrir framann, en það var svo mjög heitt trúið, sko nei, ég verið sjúklega gott detox, já, verið gott, ég þarf að komast í eitthvað svona detox, það var svo mikið veikindu á heimilinu mínu einmitt, þú þarft það já, þannig að ég er svo spenntið mitt þegar þau eru alveg búin að bara svona sótthreinsa heimilinu mitt, þú veist, minnst ekki hún verður að vera alveg frisk þá langar mig bara svona að sótthreinsa allt heimilið, skipta öllum rúmum bara öll teppi, allt sem er búin að nota í þetta, bara Goner, bara suða, skilur okay. En ég er búin að vera standi að hún Elisabeth mín yngsta litla my little baby er búin að vera svo ótrúlega lasin og það er bara ótrúlega erfitt það er hræðilegt já, það reynir ógeðslega mikið á hjartamanns bara þú veist, maður verður bara sjúklega lítill í sér að sjá þau svona lítill hann að við erum búin að vera að díla við það hún sérst fekk vírus og allan pakkan basically, hún fekk bara erðnabólgu allt bara í einu og það er mikið á svona lítinn búglagt sko elsku litla músin, það er leiðilegt að sjá hann svona já, það er umulegt, en það sem búið að hjálpa mér ógeðslega mikið í þessu og veist, ég til dæmis veist, núna, við erum búin að standa í þessu núna í nokkur dag og við hefum átt veist, eldum réttin í ískáp það er ógeðslega næst þegar þú ert bara hausinn er bara að pæla í þú veist litlbarninu og að pæli ok, hvernig fekk hún síðasta lyfið skamt hvernig verður þetta að þurfa ekki líka að vera pæli bara jábyttu og kvöldmatur svo eigum við náttúrulega líka 1:4 og við verðum svöng skilur, að þurfa ekki að vera líka bara eitthvað, ég þarf að búð, pæli matnum einmitt, þú veist, að því við erum búin að taka svona eina búðaferð bara ég ná í bara ávextir reyna að gefa henni eitthvað, þú veist reyna að kaupa bara eitthvað svona frískandi og eitthvað svona þannig þannig við erum ekki búin að vera eitthvað svona að fara vesli matinn eitthvað þannig þannig að þú veist, eldurrétt í alveg þetta er bara, þegar maður er á svona svona tímum þar sem að þú veist, hugurinn er bara við eitthvað annað, þú veist, þá er þetta lifesaver ángríns, þetta er það og líka þegar Elisabeth var nýfætt í mælum alla sem eru kannski dætt í fæðingarólof þá keyptum við okkur þetta til þess að einfalda það líka þú veist, bara með nýfætt barn heima og eins og við með annað barn fyrir þá er bara þá ertu bara að læra inn á þá dýnamík að vera öll saman þannig að ef þeir eru líka dætt í fæðingarólof þá er þetta mesta snildin þetta andjóks gerir allt bara svo einfaldara bara, þú veist, í alvörinni og ég mæla alveg með að kaupa fyrir einum fleiri og eiga bara rest fyrir hádegismat sko. það er mjög sniðut það er ótrúlega sniðut sko. ég og Bensi gerum líka stundum að það er svo oft sem við erum bara tvö oft bjóðan í mat erum oft út að borða líka svona inn á milli og þessi vika var svona hellað prógram eitthvað út að borða og vorum í mat bara hjá öllum fjölskyldunum og þannig áttum bara eftir 2 rétti helgina við bara fengum okkur það í hádegismat á laugardaginn sundin einmitt, geðvikt það var bara ógeðslega næs ég elska þegar maður á eldur rétt fyrir hádegismat já, það er svo geðvikt og líka á bara svona frídegi, bara eitthvað dunda sér saman bjart úti, þetta var bara sjúklega notalegt svo næs, það er svo gott líka maður er einhvern veginn svo meira senn að elda í hádeginu það er eitthvað við að það sé bjart úti það er eitthvað ég elska að elda sumrun til dæmis það er svona extra fresh það er svo samlega, nei líka sko pabbi kom í mat til okkar núna fyrir vikunni og við vorum með þarna kjúklinga, alfredo pastað í kaupmjördal alltaf mjög ógeðslega gott og að þetta er svona ongoing réttur heldur rétt þannig að ég bara mæli með, mér finnst hann ógeðslega góður, ógeðslega einfaldur pabbi alltaf kom í mat og við vorum eitthvað svona, við ætlum að vera með þetta pasta í kvöld og ég svona eiginlega tímdi ekki að sleppa því herðu, ég gæti farið í Hagkaup og keypt kjúklinga alfredo frá Eldurrétt gæti keypt það og bætt og keypti bara fyrir auka þú veist, það hefði að kaupa fyrir 2 þannig ég keypti bara, þú veist, auka fyrir 2 alfredo kjúklingapasta frá Eldurrétt sama dæmið, sömu innihaldefni og gæti bara stækka réttin það er ekkert eðlilega sniðugt þeir eru með eitthvað klassíska í Hagkaup þannig að þegar maður tekur svona klassíska rétt þá er þetta að fara og bæta við þú veist, en maður kemur svona surprise við hefum líka gert þetta foreldrar mínir þegar við komum svona surprise í matinn þá taka þau bara að gera bara 3 rétta, skilur það er bara pasta og það er eitthvað taco, skilur þá er bara nóg fyrir okkur öll það er mjög næst líka hann að mæli með líka bara, þú veist, ef þið viljið bara pröfa eldur rétt þá getið þið pröfa bara pakkur Hagkaup true ótrúlega sniðugt
En það alltaf pöntunarfrestir að miðnætti í kvöld. Já. Alltaf að miðvikudögum. Ég var að sjá hvað þú varst að panta þér. Já. Við sést með svona samanlegt skali, ég get alltaf svona, Já. Ég get alltaf verið svona Svona inspo. Svona og fá sér, já. Og mér finnst það gaman, sko. Það er geggjað, sko. Það er svona að vera svona, ok, ég ætla að prófa þetta líka. Skilurðu? Já. Af því það er svona gaman að sjá hvað hinir að fá. Hinir finnst skemmtilegt. Ég er spennt að, veitu hvað varst að fá þér þessar viku, ég ætla að segja hvað ég. Já, ég man það ekki. Ég fekk mér kótsölulasanja, minni mig. Ekki? Já, það er að koma það er þessar viku, já. Ó, það var sín senstu viku. Já, og já, ég man ekki hvað já. ég valdi. Þetta gerði það fyrir viku eða eitthvað. Já, að ég segi hvort þú fáið þér núna á mánudaginn, þar sem að þið getið pantað ykkur líka í kvöld. Næstu viku, já. Þú ert að fá þér tandoori masala þorsk. Og já, ég er með reglu alltaf 1 fiskur. Já, I like it. Ég ætla að reyna að setja mér hann stundum. En það sem við fengum okkur daginn, að bakaði þorsku með sojasmjörinu. Holy hell. Hann var geðbilaður. Og svo varst þú með fljótlegar nautaeggjannúðlur. Já, ég var ekki spennt. Og þú varst með ljúffengt nautasatay. Já, mikið nauta. Mann því. Ég tók fljótlegar nautaeggjannúðlur líka. Svo tók ég bara svona klassískan, svona einfaldu til eldunar kjúkling tikka masala. Ég bara, classic. Ég var með, held ég, manni hvort það butter chicken eða þú varst með, já, daginn. Já, það var geðveikt. Já. Svo var ég með rjómalega risarækju tagliatelle. Já, ég var eitthvað spennt fyrir þessu. Þannig já, þið kíkið inn á eldubrett eða þá bara í Haukup. Algjörlega. Líka bara. Já, bæði hægt. En já, þannig að þú veist þessi vika er búin að vera svona þannig og vonandi er Elisabeth mín að fara að ná sér að braggast. Já, elsku krúttu mitt. En það gerist, svona gerist. Já, svona gerist. En þá líka bara eins og við tölum bara með markmið og þannig, þú veist, ég var að hugsa bara hefði ég sett með markmið núna að þetta var 4 sinni í viku í ræktina eitthvað, þá væri það bara ónýtt núna. Það er eitthvað leiðilegt. Já. Þú veist, að því eitthvað svona óviðráðanlegt gerðist. Þannig að ég er mjög ánægð að, þú veist, það er þetta bara svona snepp áravitt þegar þetta er búið. Já, en maður er alltaf þó maður setja 4 sinni í viku markmið þá, þú veist, verður maður að gera ráð fyrir einhverju svona bara lífinu. Já. Life fucking happens. Það er ekki ónýtt þó þú komst ekki. Nei, en ég hef svona sagt, ég hef gert svo oft og svo hef ég svona sagt sjálfur mér þetta. Já. En, nóg það sagt, við náttúrulega erum að tala 2016. 2016. Það sem allir eru að tala 2016. Já, hvað vorum við að gera þá? Hvað vorum við að gera? Við vorum að klára menntaskóla við Sund. Já, það var seinasta önnin okkar þegar við byrjum fyrir akkurat 10 ára núna. Þá vorum við bara að klára MS. Dimmitteringin, já. Þú tilkynntir okkur í svona massi eitthvað að þú var að fara til UK í nám. Já, ég gerði það. Ég bauði ykkur í brönns heim. Og það sem var svona kökum með svona UK-fánum. Ég held þá, manstu, þá held ég að þú væri ólétt. Já, og ég gerði svona cupcakes og ég faldi það inn í herbyggju á litlabróða mínum. Og svo ég ætla að ná í svolítið að handa ykkur. Þá, já, þið heldur þá ég var að fara að tilkynna ólétt. Heldur í því, bara 19 ára. Já, bara, það væri crazy. Það hefði verið styrlað. Það væri ekki hér, held ég. Nei, þá hefði ekki farið út eins og margt sem hefði ekki gerst. Já. Nei, þú veist, líka galið að þið hafi hugsað það. Já, ég var bara, því hvað annað, þetta ekki í hug, að því þú varst ekki bara að segja neinum að vera að skoða skóla erlendis, skilur. Nei. Þannig að það var svo mikið sjokk. Já. Og svo ég bauði mig brönns og svo var ég ekki að ná í eitt og náði svo cupcakes með breska fánunum. Ég ætla að fara í nám. Ég var ekki, ég viss hvor væri verra. Það var ólétt eða væri fara frá mér. Ógríns. At this age. Já. Þá var þetta svo mikið bara sjokkar ef við komum til að vera óléttur. Já, og guð, við það. Við vorum svo hókslega ungar. Bara babies. Já. Nei, já, þannig að ég komst, þú veist, ég einhvern veginn svona sagði engum frá því, ég var eitthvað svona sækjum og ég var bara svona, ég ætla að sjá þetta bara fyrir sjálfa mig. Já, þú þannig að fórst í hana TOEFL-prófið og allt bara á þess að segja einhverjum. Nei, ég þurfti ekki að fara. Okkur. Út af því að ég bara, þrjóskaðist á frekjunu minni að ég væri búin að læra ensku síðan, sko, ef einhverju sækjum nám í Bretlandi, þá faraði fram á þetta próf. Líka Danmörku og líka Danmörku og fleiri stöðum. En ég var bara, heyrðu, þú veist, þetta bara meikar ekki sens, ég er búin að læra þetta síðan ég var svona, þú veist, gömul og ég skil að skólar, sérstaklega háskólar eitthvað svona í Bretlandi og fleiri stöðum þurfa að biðja þetta því að þurfa að fá international nefndur, sko, allstað frá, sumir kunna valla sagt orði í ensku, sko. Já, algjörlega. Að þau bara hafa svindlað sér í gegnum þetta, ég veit ekki hvernig
þeir komast í gegnum þessu próf. Þetta fucking erfitt próf, ég farið í þetta próf, sko. Fucking erfitt, já, einmitt. Og ég mjög góð í ensku, sko. Já, nei, just, bara önnur vinkur mín fór líka þetta og hvort hún ekki þurft að taka það tvisvar eitthvað, þetta var svona rugglað. Ég þrjóskaðist bara með þetta og var bara eitthvað, þú veist, og þannig að þau buðu mér símaviðtal, eitthvað svona símaviðtal til þess að svona meta stöðuna mína. Og hann bara hringdi og hann bara, how's the weather, og við varum bara að spjalla. Og svo hann bara, þú veist, ég heyri alveg að þú kannt ensku, þú ert ekki að taka þetta próf. Fuck off! Já. Þetta próf er svo fucking erfitt! Ég veit, þannig að ég bara slapp alveg við það. Þú veist, ég fann sko fullt af sniðum lausnum með þetta svona á þeim tíma þá var Bretland en þó í Evrópusambandinu. Já, þú veist, kannski er þetta allt búið að breytast aftur, ég segi það, kannski er þetta allt búið að breytast í dag, en ég náði að, þú veist, lækka skólagjöldum mín út frá því að gera mig að svona breskum ríksborgara eiginlega með því að fá laun í Bretlandi. Þú veist, þannig að þá náði ég að lækka skólagjöldum mín að ég væri ekki international student, heldur ég væri breskur nefandi sem er miklu læra. Já, þetta er hella vesen í dag með Bretland, sko. Já, þetta er það og var það ekki 2016 sem að þeir gengu út úr ESB? Það er góð spurning. Ég held það. Ég held að það hafi verið 2016. Eru við í ESB? Nei, sem var. Það var stór yfirvaldi. Já, akkur skipta það þá máli að þeir eru náttúrulega, var Brexit 2016? Ég held það. Vil ég sé svo stutt síðan? Brexit var... kemur 2020, hvort það gengi í gegn. Já, ég held að Brexit kom alveg aðeins seinna. Þá var það ennþá meira drama. En það var kosið þetta. Þetta gekk ekki í gegn fyrir 2020 held ég. Þetta Brexit-dæmi. Já, en það var kosið þetta og það var samþykkt að fara úr Evrópusambandinu 2016 og ég man eftir þessu út af því að ég var búin að reikna út skólagjöldum mína ákveðu gengi. Þau sko bara hækkaði allt. Já. Crazy. Já, það var stjórnlega. Nei, þetta er svo heimsklega spurningar. Já, hvað? Eða voru í ESB, þau voru ennþá með pundið? Já. Já, þau voru ekkert með evru eða eitthvað. Nei. Það þarf ekki að taka upp evruna þú með ESB. Nei. Það er alltaf að tala að því hér bara, við erum ekki að taka upp evruna. Það þau sé bara með það sterkan. Gjaldmiðil, já. En við vitum það ekki, svo sem. Við erum ekki hér til að ræða ESB. Brexit, nei. Og ESB, nei, en já, þannig að þetta var, já, við vorum að klára MS maður. Við vorum að vinna saman. Við vorum að vinna saman í World Class. Já, við vorum eins og World Class. Ég var að byrja fyrstu verkefni mín, ég er að skróla Instagram mitt sem áhrifavaldur. Já. Ég held að það væri 2016, en 29. desember 2015 var fyrsta giveaway mitt. En það, hvað er það að gefa? Með To Die For Swimwear, maður það eftir þessu. Oh my god, já. Svo hétt þetta Elsa and Rose, eitthvað setna. Já, þetta er alveg vintage. Þetta er vintage, 2015. Já, það er crazy. Ég held að ég hefði byrjað officially 2016. Áhugavert. Mjög áhugavert. En þegar ég skoða bara Instagramið, ertu ekki með þitt Instagram líka opið það? Ég var sklopna. Nei, já, ég var bara að hugsa, við vorum að vinna í World Class. Við vorum að vinna í World Class, já. Og sem við höfum oft sagt það, eitt skemmtilegasti vinnustæður sem ég á æfum unni á. Ángríns. Bara besti yfirvönd alla sem er að vinna það núna. Já, líka. Bara alltaf því fyrir spæði, þá er bara, wow, these are the days. Já, ángríns. Svo gaman. Þetta er ekki, já, við náttúrulega fórum árið 2015 í uppbólsferðan okkar til Færeyja. Já, með World Class. Með World Class, já. Tíðan það gaman. Já, það var geðveikt. En við vorum að vinna 2016 saman í World Class og þá vorum við með stundum að vinna í spæðinu. Þar sem að við gátum notið góðs af spæðinu þegar vorum að vinna. Og núna erum við með heimahelmin frá Laugaspa. Að þú lyktar þessu spæðin inni. Brings me back to 2016, sko. Svo næs. Já, svo næs. En ég man líka, ég alvörinu man eftir þegar það var kynnt fyrir okkur Laugaspa. Organic skincare bara. Fyrsta, hvaða ár var það þá? Það var ekki 2016. Ég held það. Það gæti alvörinu verið. Það er Laugaspa sé að vera Nei, ég held að spæðið síðan. Nei, ég veit það, en organic skincare heldur það sé að vera 10 ára í ár. Það gæti verið, sko. Það var þá annarkvort 2015 eða 2016, Já, þetta var akkur þegar við vorum að vinna það. Já, við vorum að vinna það. Og ég hætti náttúrulega eftir að ég fór út. Já, sem á 2016. Já. Seinnipartinn. Oh my god, þá hlýtur kannski 2015. Kannski. Vá, mér líður þess að sé samt ekki það, þú veist, gamalt, þú skoðum mér það. Ég man bara eftir kynningunni bara eitthvað, þetta var bara hreinar vörur og þetta var svo spennandi. Já. Og svo spennandi þetta. Ég man bara eftir fundinum sem við fórum á. Ég líka, ég man svo eftir hann. Já, fundirarbyggjuru. Það var alveg styrla. Vá, ég var eiginlega, þess að að spyrja Birgitte hvenær þetta kom út, sko, Ég held að hafa verið þarna, sko. Já, það var á þessu tímabili allavega. Já, en já, þú veist, guð, og maður var náttúrulega bara alltaf í World Class líka.
einmitt. Það var mjög mikið, það ég bara, Instagram mitt mjög mikið þessar gymmyndum, sko. Alltaf búin á gymminu. Og svo var maður náttúrulega bara eitthvað að djamma smá. Aðeins djamma. Aðeins djamma hérna í vörklass í MS. Sundar höfum gert það. Svo bara útskrifuðust við. Já. 29. maí postaði hérna stúdendamyndina á mér. Já. Glæsileg mynd. En hérna í apríl vorum við að dimmitera sem hérna Cookie Monsters. Erst þú með það á Instagraminu þínu ennþá? Já. Ekki þú? Nei, ég er búin að arkafa svo mikið. Ég sé öll skólagangan svo þess virði fyrir þennan dag. Var hann svona geggjör? Já, einmitt. Það var það sem að beið eftir Já, bara. Já, það var skemmtilega. Bara heil dagur að svona djammaður frá 5 morgunin til 5 morgunin. Og galakvöldið. Já. Svo gaman. Það var dásamlegt. En alltaf var stór dagur í apríl 2016, sko. 17. apríl. Ég hitti mína konu. Já, einmitt. Kim Kardashian, hún alltaf setti það sjálf í fótodömpu sitt, mynda mér og henni. Hérna, hún hefði verið hérna á Íslandi. Já. Setti mynda sér í blá lóninu. Einmitt, 2016. Já. Ok, og ég má sjá hennar 2016. Og Kourtney gerði það líka, mynda sér inn í Hallgrímskirkju. Ok. Og mynda sér í blá lóninu í hennar 2016 fótodömp. Ég er ekki búin að sjá þeirra. En fyndið það alveg flashback, sko. Sála bláa lóni rýbústaði hérna Kim-myndinni. Já, skil það. Þetta er alveg hjút. Já. Það sem var líka, það sem var svona bara ógeðslega mikið bara svona 2016 fyrir mér snýrist bara eitthvað um tónlist líka bara að því ég sé hérna ég postaði mynda mér í peysunni I Feel Like Pablo. Life of Pablo. Life of Pablo platan. Vá. Það var líka svo mikið dimmitteringin okkar og eitthvað. Já. Kom hún samt ekki aðeins fyrir það? Eða kom hún þetta á? Hún var komin 2016. Já, hún var komin kannski að 2015 eða eitthvað. Já, getur verið. Já. En hún svona var bara 2016 fyrir mér. Peaking, já. Já, þetta og Lemonade. Lemonade kom 2016, sko. Svo var náttúrulega líka bara stæðista fótbolta árið 2016. Ég sé það hérna. Við fórum báðar á EM. Á EM í París, sko. EM, eða ekki? Jú, það var EM, það var ekki HM. Þetta er eitthvað fyrsta, ég postaði bara fótboltamynd. Já, það er rosalegt. Það er bara af völlinum bara. Já, ég skrifaði stoltur Íslendingur. Já, þetta var stoltið. Já. En við fórum báðar í fyrsta skipti upp í Eiffel-turnin líka. Algjörlega, það var náttúrulega fyrst skiptið mitt í París. Já, mitt líka, jú. Og það fóru við vorum ekki saman, en við vorum á sama tíma í Eiffel og þú hringdir í mig og veist hversu lofthrædd ég er. Já. Þú veist bara, ekki fara hingað upp, ekki gera það. Ég bara, ok, ég fer ekki. Þannig ég fór bara upp svona miðjuna og fór á ressan þar. Já, geðveikt. Þú missir en ressist sem er bara alveg ríkalegar. Já. En maður ekki með honum. Herri, svo Bieber í Íslandi. Herri, já. Voru tónleikana hana? Í kórnum. Fór við? Nei. Ég fór ekki. Ég fór, sko. I did not go. Fórstu ekki á Bieber? Nei, ég fór á Justin Timberlake á það náður. Já. Fór ekki á Bieberinn, for some reason. Já, ég fór ekki á Timberlake, sko. Veit ekki af hverju, sko. Nei, weird. Já, svo hélt ég hérna kveðjupartí í september, svo var ég farin. Já, Scanners. Já. Í september þá byrjaði ég svona módelferilin minn með Close & Company. Nærfata módelferilin og það. Close & Company. Þá var ég alltaf í einhverjum myndatökum þar. Það var alveg sjokkar. Einmitt. Fólk var alveg áfalli. Var það fólk í áfalli bara? Já. Oh my god, hvað er hann að gera? Eitthvað svona. Nei, þetta var svona, þú veist, það var enginn aðeins á þessum tíma. Það var enginn eitthvað. Og fólk bara sjokki yfir höfuð bara. Já. Bara eitthvað svona, what? Þú veist, ég man bara að það var mikil umræða þetta og fólk var að senda ekki mikið á mig bara eitthvað gaman að sjá bara, þú veist, eðlilegan líkama í módelstarfi, skilur við. Vá, ok. Já. Það var svona, þú veist, fólk var alveg bara að þarna var maður bara vanur að sjá kannski bara einhver eina típa af, skilur við, body image. En já, ég man bara eftir þeirri umræði bara svakalega mikið, ég var bara, bara, ekki mál. I got you. Já, það var óslega gaman. Það var svona fyrsta svona módelgiggi mitt og örgleina. Nei, ekki smart. Já, en þú veist ekki eitthvað svona sem fyrirsæta fyrir eitthvað merki, skilur. Nei, svo fór ég bara í my own brand. Já. Svo þá byrjaði bara the term Instagram model, skilur við, eftir þetta allt. Er rosalegt. Ég sé líka bara öllum myndum en að ég man hvar ég var því ég pantaði fyrsta Kylie lipkiti. Já, ég líka. Þú veist,
Ég pantaði fyrir okkur, sko. Pantaði þú fyrir okkur? Já, ég pantaði fyrir okkur. Það hérna Fyrsta. bara, einhver mynd bara í ágúst. Bara fullt af Kylie Lip Kit sinna. Já. Metalana. Já, metal-línan hana, já. Þú veist bara, alla myndirna mínar eru svo fyndnar. Maður sé bara allt make-upið. Hérna chocolate palettan frá, frá Too Faced. Já, Too Faced, já. Bara í öllum litunum og bröðunum. Það er svo ógeðslega mikilvægt, þú veist, má ekki ánægða það sé eitthvað inn á þessum mynd. Já, af því maður tekur allt út af núna. Já, það er svo hræðilegt. En það var svo mikið tísku að make-upum hans væri inn á. Já. En þú veist bara, ég er bara full on inn í herbygginu mínu alltaf. Ég veit að og það er bara allt inn á. Sko. Þú veist, það er bara Star Wars glösi mín og þú veist, bara snúrur og... En þið skiljið ekki, sko, Sunna var snillingur bara lífsmíns að finna ný location heima hjá sér. Já, nei, alveg, ég var sko í fullri vinnu við það. Ég veit það, yeah, I know. Ég var alltaf bara, oh my god, hún fann annað location. Já, ég náði að snúa alltaf bara öll herbyggin til að fá eitthvað lýsingu, fá eitthvað, ég var grinding sko. Þarna var að byrja, eiginlega svona mestu ári mín eru 2017-2018 sem ég er inn í herbygginu. Já. Þá er ég sko flipping some furniture. Sko. Það var alveg impressive, ég skildi eitthvað á myndir sko. Já. En ég var alltaf að færa eitthvað til þess að taka eitthvað myndir af mér, sko. Ég var bara fullur vinnu við þetta. Bara heima af mér. Ég var bara svona, hvernig fokkanum gerði ég þetta? Þú veist, hvað tæmir, og þú veist, þetta er sími minn, sko. Ég var ekki með myndavél. Nei. Ég skildi ekki. Ég er alveg impressed by myself. Sko. Já. Það er rosalegt. Já. Það er svo mikið metnaður að nenna tæmirinnum. 100. Og það var ekki þrífótur, sko. Nei, þetta var bara pleysa þetta baka ykkur bækur. Já, bara stilla hann upp með ykkur öðrum hlutum. Já. Þess að það var ekki komið þrífóta síðan. En þú veist, á hverjum einustu mynd sem ég er að posta hérna, þá er ég með góðan choker, sko. Ups, same. Always a choker. Já, og svo alveg mattan lip. Alveg matti lip. Augnhár alveg to die for. Já, þetta var hann alltaf vispísaugnarinn sem maður keypti út í Bandaríkjunum. Og bara náttúrulega slaying make-up. Japs. Þeir sem voru góðir í, sko. Já, ég var bara alltaf að gera eitthvað look, sko. Já. Þarna var ég bara einum að mjög, hérna... Era. Þú veist, ég fór ekki á viðburð að, þú veist, út nýri bæ eða eitthvað annars að vera með bara full beat. Já, það er alveg rosalegt, sko. Og það var alltaf bara eitthvað sérstakt look, skilurðu. Einmitt. Maður lærði þetta bara sjálfu líka. Já, maður bara horfa á YouTube með bönd. En ég var náttúrulega ekkert mikið að horfa á YouTube, sko. Ég var náttúrulega líka inn í svona smá fjölskyldinni. Stjúpmamma mín var með förðunarskóla og sýsti mín. Já, og hérna, svo horfa maður líka á Snapchat alveg mikið. Já. Ég held ég lærði mest á Snapchat. Já, maður var mikið að fylgjast með, þú veist. Já, all the OGs. Já. Hver einasti áhrifavaldur 2016 var Mua. Já, hver einasti. 99% af áhrifaldunum voru Muas. Það var svona 1% var rest. Það var fitness, það var Reykjavík Fit. Já, elskaði. En það var ekki tekað það mikið af ykkur þannig. Nei, þær voru mjög, já. Það var eiginlega bara alls ráðandi að vera Mua. Einmitt. Alla 2016, svona það fór þetta bara út alla leiðir. Það voru svona ein og ein tísku sem voru á Trendnet. Já. Og eitthvað svona. En annars hinn er bara Mua. Ég er alltaf að tala um svona Snapchat. Já, það er bara Mua, sko. Já, það var bara það. Eða var ekki líka, þú veist, Sólrún og þær með mommy eitthvað. Var það alveg 2016, eða? Já, þær voru með eitthvað svona, það var grúppa. Já. Það hét eitthvað. Já, alveg rétt. Þær, þú veist, voru nokkrar saman og voru skiptast á og voru með Snapchat í hvern dag. Alveg, alltaf svona takeover. Já. Ég man ekki hvað það hét eitthvað svona mammu, eitthvað. Það hét eitthvað, það er einhver öskar núna á okkur, sko. En bara, if you know, you know. Já, það var að skiptast á að vera með snappi, þetta var alveg skemmtilegt, sko. Já, það var geðvitt. Svo það Blush var líka Gerður bara einmitt. Hún alveg bara breytti leiknum hann, ég man ekki alveg hvort það var 2016 og ég man ekki hvað árið það var en hún gerði það á Snapchat, hún breytti leiknum á Snapchat. Það var hún að kynna allar þessar kynlýsögur og eitthvað. Og byrjaði bara að selja þær úr, sko, bílskrutinu sínum, bara fekk bara fólk heim og var bara, herri, ég ætla að pröfa þessa fyrir í kvöld. Já, maður fylltist skrint með þessu, sko. Það var bara, hvað er gangi hér? Þannig var hann alveg að breyta umræðinu, sko. Einmitt, og í dag, þú veist, við hugsaum Blush í dag, bara búin að gefa út sitt eigin vöru, þú veist, þína eigin vörulínu. Einmitt. Bara reset, þú veist. Bara hannað af Blush. Og einmitt, talandi reset, þá komu sko út 3 nýjar
resetvörur á síðasta ári, þú veist, á síðasta hluta 2025 og við náttúrulega sögðum ykkur frá Core sem eru tipparhringirnir 3 sem koma saman og svo Valor, ég veit ekki hvort þú vorum búin að tala hann við ykkur, en Valor einstaklega mjúkur og sveilugur parahringur. Já. Og svo var síðasta Tease. Hvað Tease? Já, við nefnilega mistum það sem þau bara komið inn í jólaöftröðinni. Einmitt. Þetta Tease fullkom fyrir þau sem vilja nettan titra sem auka una í sálsfrón eða kynlífi. Þetta bara basically svona einhvern veginn lítið búllett. Ertu með mynda þessu? Já, hann öðruvísi heldur en hinn. Heldur resetin? Heldur en hinn resetin. Þetta líka reset. Já, ég meina að ég kalla alltaf reset bullet. Hinn heitir bullet. Já, þetta heitir reset tease. Þetta alveg eitthvað til að skoða. Herðu! Já. Þetta kannski upgraded bullet? Kannski. Þetta spennandi. We need to try. Við þurfum bara að opna Snapchat. Eitt lítið tease. Og pröfa teaseið og segja frá. Já, ég skal segja frá það Snapchat. Já, grís. Nei, já, Blush var alveg, má fylgdist vel með gerði. Það þú veist, algjörlega. Algjörlega, já. Það var svo fyndið að byrjuðu allir á Snapchat, ægilega allir áhrifaldar Íslands, byrjuðu á Snapchat, nema ég. Þú byrjaði á Instagram? Já. Ég var eina sem var ekki á Snapchat. Ég var bara á Instagram. En þú varst samt alveg á tímabili á Snapchat? Nei, það var bara því ég fór á umboðsskrifstofuna, Eilenda, og það sögðu mér að byrja á Snapchat. Þá byrjaði ég á Snapchat. Ég var bara að haga mér á Instagram eins og fólk var á Snapchat. Já, einmitt. Og hún bara, viltu ekki bara, þú veist, prófa Snappi? Ég skal alveg gera það, þú veist. Ég var alveg með Snapp, skilurðu. Já. En ég færði mig svo, main fókusum minn var alltaf Instagram. Vá. Ég var ein þar. Einmitt. Og svo var allir svona svitsi 2018-19 og þá áttu allir áhrifaldar og Snapchat gett erfitt með að fara á Instagram og ég bara, I've been on both places. Já, bara þú varst ekki með eitthvað Welcome back. Þið varst ekkert skrítið að vera að setja story, þú veist, ég man að margir tölu það. Já, allir var skrítið að tala á Instagram. Já. Og ég byrjaði að gera það þar, það var fyndið. Einmitt. Að ég var bara, já, nei, Snapchat, þú veist, já. Systir mín og systir mín var Möa influencer á þeim tíma. Hún var svo mikið þar og ég var bara svona, það svo mikið Möa. Svona tutorials, sem hitti svona mikið mitt á svona myndir, fashion, þú veist, og eitthvað svona. Ég man ekki hvað ég var svona, bara fitness og eitthvað líka. Já, klálega. En klálega líka bara make-upið og, já. Ég sýndi nefnilega aldrei make-up-looki mín. Nei, en þú varst bara með flott make-up. Ég var bara alltaf með make-up. Ég var aldrei eitthvað að taka það upp. Nei. Skilur, þannig að mér fannst ég ekki alveg vera eitthvað. Múa, in a sense, já. Nei, en ég var aldrei eitthvað að fara að sína það. Ég held ég hef aldrei gert það. Nei. Þú veist, þá, já, einmitt. Núna hefur maður oft það, skilur. Já, nokkulega. En aldrei eitthvað svona look. Einmitt. Vá, ég gerði mig líka hérna Platinum Blonde. Herði, já, við vorum alveg báðar platinum þannig, sko. Já, það stendur einn góð mynd okkur. Oh my god, þetta herberginu mínu. Já, þetta örugglega herberginu mínu, alveg 100%. Við vorum alltaf í herberginu mínu. Já. Bara fyndið, við vorum alltaf bara svona, þetta var pingulit herbergi. En við vorum bara svona 5 stelpur bara í herbygginu mínu. Já. Að mála okkur saman og bara drekka mojito eða eitthvað, skilju. Hvað voru að drekka? Ég er alltaf að reyna að zooma inn á... Alltaf að reyna að zooma inn á bara hvað fokkanum drukku við. Ég þú veist, ég er nefnilega ekki með, þú veist, ég er bara með myndirna sem voru á Instagram. Ég vantar 2016 myndirna sem bara... Síminn minn nær ekki svo langt eftir. Ok, ég er með smá en ekki mikið, að ég misti allt bara efnið mitt úr MS. Ég á ekki eina mynd. Já. Sem okkur pirrandi. En þú veist, já, hvað þú veist... Að því að ég man eftir bara deginum sem ég byrjaði að drekka Prosecco og það er 2019. Já, en við vorum ekki Prosecco. Nei, ég fældi hvað það fyndi að við vorum bara, hvað vorum að drekka, skilur við? Stundum vorum við í náttúrulega bara alveg barefoot hvítvininu, sko. Já, við vorum með hvítvinni stundum, en mér fannst það ekki gott. Nei, hræðilegt. Þannig ég var bara svo, hvað var það svona our go-to drink? Voru það ekki svolítið svona mikið bollur? Það var náttúrulega fucking sangria. Já, og tapas. Kannan og tapas, það var alltaf uppbólstrykkum okkar. Við vorum 2016, bara að segja. Já. En það var kláð. Við vorum alltaf að tapas. Já, og við náttúrulega vorum með insider. Við vorum með vinkun okkar sem var að vinna þetta, þannig að hún gæti stundum farið, keypt og sótt og tekið með í partí. Þú veist svona, einu sakar ég teka veit. Já, það var, eitthvað sem við mjög ekki segja frá. Nei, ég er að segja, þú veist, þetta er bara alls ekki hægt, bara alls ekki, en þetta er svolítið svona að við, gotum notið góðs haf. Já, en það sem er hægt er að fara á 50 og fá sér tebóðseðilinn. Þú veit, hefði maður fucking gert það. Einmitt, pæli hvað er geðveikt. 4.500 kall fyrir 3 rétti. Einmitt. Maður var bara, sérstaklega þú vorum í MS, það var bara svona, ok, 1 tapasrættur á þig, 1 tapasrættur á mig, búið. Já,
bara that's it. Og það bara geggjaði prís, þetta er bara fullkomið fyrir einmitt okkur á fucking 2016 tímabilinu, Já, það og verður í dag. fullkomið, já, og við fórum daginn, hvað bara, Þetta var allt svo gott. Svo gott, bara ruggla, sko. Og þú veist, þetta náttúrulega allt tapsett, þetta alveg full on meal, sko. Þetta var alveg stórt, já. Þetta var ekki lítið. Nei, við vorum alveg sattar. Mjög sattar. Já, hann viljið sko eftir rétt. Við gáðum ekki eftir rétt. Nei, þetta var svo gott, sko. Svo náttúrulega bara tilvalið með þetta fósi sangaría með. Já, við fengum okkur kava sangaría. Já, sem svona uppáhalds núna. Já, kava basically spænst friðvín. Friðvín, já. En back in the days. Það var passion fruit. Alltaf passion fruit. Herðu, smakka hana daginn. Já. Aftur. Já. Ég var bara, oh my god, ég var að gleyma hvað hún ógeðslega góð. Því að þessum svona, kannski búin að þroskast upp úr í að fá svona bragð. Rosa sætt, já. En ég var bara, því bensin færi svona alltaf. Og hann fekk sér hana með mér daginn, ég var bara, oh my, I forgot. Ég fekk bara svona flashback bara þegar við vorum alltaf að drekka hana. Hún náttúrulega ógeðslega góð, sko. Já, mælum við að tjekka á henni. Svo líka rósavíns sem ógeðslega góð, rauðvíns, það 2 rauðvíns, 1 sætar og 1 biskari. Já. Okkar upp á alls kava, rósa og passion. Myndi segja það. Jú, algjörlega. 100%. En já, við vorum oft á tapasportum. Já, við vorum mjög oft á tapasportum. Pældi því, við erum búin að fara þarna consistently í 10 ár. Já, ég meina af hverju að breyta ykkur sem að virkar, sko. Einmitt. Það var ekki að gera það, sko. Já, ég held að við vorum líka bara svona í partíum okkar. Það voru svo mikið bara svona bollur. Já, en já, maður drekka líka hana Mikki Finn. Mikki Finn, já, það var eitthvað. Sem bara eitthvað síróp. Og ég held ég vorum líka alveg í mojitóunum, já, sko. Já, mojitóun held ég 100% líka. Já, mojitós og ég tók tímabil með gin og tónik. Ég tók það tímabil líka. Hvað var það? Ég veit ekki, hvað þykist þér eitthvað annað en ég? Ég held að sé eitthvað svona pick-me-dæmi á okkur. Það er bara hlýtur að vera. Það er svona gauralegu drikkar að vera að gefa te. Mjög. Ég var alveg köllu sönni að gefa te, sko. Já, ég man eftir þessu. Mér fannst þetta alveg gott, nefnilega. Við hljótum að vera með eitthvað svona sigrað tónik. Ég man alveg nákvæmlega hvernig blandan mín var, sko, en uppáhald mitt var hana með gúrkunni. Já. Það var svona, og piparnum. Já, það var alveg gott, sko. Það var alveg gott, sko. Það var gott, sko, já. En það voru komin í september áðan. Já. Fórum ekkert yfir afmælið. Hvað gerðum við afmælinu í mars 2016? 30. Afmælinu mínu. 20th birthday. Já, herri, ég bauði okkur brunsin í janúar. Það var í janúar? Já. Ok. Hvað gerðum við afmælinu mínu? Ég bara... Það er rosa skriftið að þetta er alveg big number. 20. 20? Ég bara ekki með henni að mynda því, sko. Það er ótrúlega einkennilegt. Já. Ég er inn í Flórida við páskana. Ég held ég bara eitthvað... Nei, ég veit ekkert hvað ég geri. Vá, ég veit ekki heldur. Ég er ekki með neitt. Nei. Ég er bara ekki með neitt í mars. Nema... Were we okay? Ég er bara með... Fyrsta mitt er 27. janúar. Já. Og svo er bara eitthvað 14. februar hérna. Og svo bara eitthvað 20. mars. Ég veit ekki hvað varð allt efni mitt, sko. Þannig að afmælið þetta er non-existent. Bóð það á engar myndið á Instagram, eða? Nei. Hæ? Nips. Ó, en áhugavert. Nothing happening, já. Þú ert alveg svona partíkona, sko. Já, ég held ekki neitt, sko. Eða þú veist allan ekki þannig að það var fest á filmu. Nei, það er alveg mjög skrítið. Já, síðasta ásatíðin í MS, oh my god. Oh my. Eyrnalokanir. Já, love. Ég held sér ekki með síðasta ásatíðin í MS mynd. Ó. Hvernig var það? Það var í februar 2016. Februar? Jú, hérna. Má sjá. Ég held ég muni. Nei, þetta er mass. Þetta er ásatíð Sambíóna eða eitthvað. Ó, já. Þetta er Sara með mér. Nei, ég er ekki með. Nei. Ég er kannski búin að arkæfa það eða eitthvað. Já, getur verið. En já. Já, ég held ég mann í hverju var líka. Já, ég er með námar í hverju varst, en ég þyrst samt svona að sjá það. Já, heldur að svörtum kjól, svona mjög flegin. Já, geðið. Love that. Love that. En já, ok, afmæli mitt hérna. Já, hvað gerir þú? Ég hélt alveg afmæli. Alveg, ég bauði alveg mörgum. Ok. Það er alveg ólíkt mér, sko. Hvar var haldið aftur? Hérna, Dalsunn. Alveg rétt í mann eftir. Varstu þar? Já. Þú komst, já. Ég kveði ykkur hérna 17. september. Ok. Já, það er hérna partí heima með Tengdó. Já. Ég var alltaf spóðin daginn, bara af hverju voru við að djamma þarna þessi tíma? Já, kveði mig. Já, það er málið. Okay. Og Gunna, já. Já, hérna er með feita mojito. Einmitt. En hérna maður sjá, ok, já, afmæli mitt, ég ætla að sýna þér eitt. Hérna sem er hérna kringum afmæli mitt. Já, ég held afmæli. Ég bauði alveg svona, úr öllum vinnunum mínum. Ég var að vinna á svo mörgum stöðum.
Þess að ég var að vinna á World-class, Sambíónum og BE5 á þessum tíma. Einmitt, bara að gera. Ég veit þjóðatíð líka. Ég held að þetta var fyrsta þjóðatíðin mín. 2016. Já. Já, ég held upp afmælið mitt, það svaka fjör. Ég hérna með eitthvað skunafriði vinn og eitthvað. Ok. En það sem ég ætla að sína er tattoo sem ég ætlaði að fá mér. Já, það er ógeðslega fyndið. Já. Ég teiknaði þessast upp. Ég man eftir þessu. Já, tattoo. Ég ætlaði að fá mér risastórt ljón á, hvað heitir þetta svæði? Innri handlegg bara eitthvað. Já. Bara það sem að basically þú ferð, þú veist, næri ykkur æð. Basically það, já. Ég ætlaði að fá mér risastórt ljónarhöfuð yfir allt. Einmitt. Og ég var búin að teikna það upp og ég fann teikninguna mína. Svo hvað fyndið. Sjóðu það. Já. Því að, sko, þegar ég talaði um að ég er 1/8 indjáni hérna við ykkur. Og ég var búin að teikna hann með indjána kórunu og ljón. Og þetta er það sem átt að fara á handlegginn á mér. Pældu. Þetta átt að vera svona góðir 20 centimetrar. Ég veit ekki hvort ég sjáu þetta. En, já. Ég var sko það serious. Ég man eftir þessu sko. Ég man líka þegar þú teiknar þetta svona, ég var bara, þetta er sick. Já. Mér fannst þetta geðveikt. Bara please, við bara, sko. Þú veist, ég held ég hafi aldrei verið eitthvað ekki gera þetta. Ég var komið með tíma á allt. Og það var bara eitthvað svona last minute bail sem að ég komst ekki í hann, það var ekki á minni hálfu. Skilur, og ég var bara svona, ok, og þá fekk ég bara svona, ok, kannski þetta sæn. Rísasæn. Já, ég ætla að sleppa þessu og gerði þetta ekki. Þú veist, ég fór ekki eitthvað, ok, ég ætla að reschedule eða eitthvað þannig. Nei, ég sleppti þessu og fokk hvað ég fegin, maður. Oh my god, hvað ég er fucking fegin. Lífið hefði verið öðruvísi. Ég var risastórt, bara næstu hálft slíf á hendinni. Ég sé að lífið þetta verið öðruvísi, sko. Já, ég væri ekki hér. Nei. Nei, ekki það ég sé eitthvað á móti fólki með slíf, skilur. Nei. Þetta er bara svona eitthvað svona sem ég er fucking guðsfegin að ég sleppti. Já. Og bara please, hugsiði tattúin ykkar. Oh my god, gerði það. Sérstaklega ef maður er að fá sér eitthvað stórt. Já. Það er alltaf lægi að fá sér eitthvað fyndið, skemmtilegt. Eins og ananasi minn, skilur ég, mér finnst það bara funny og ég get losað mig við hann. En ef ég væri með þetta á hendinu minni, skilur ég. Já, það er alveg erfiðara, sko. Það væri alveg hræðilegt, sko. Og mér fannst það geðveikt back in the days. Og líka ég var ætlað að fá mér hérna risa allar hringin í kringum lærin. Lærið sem á líka alsmyndin bilað. Þú veist, ég sé mjög margar stelpur með þannig í dag. Það er bara, þú veist, það er flott, skilur. Já. En ég er bara fegin að ég gerði það ekki. En ég veit nákvæmlega hvenær ég gerði það. Það var 2016. Já. Þetta er svona, já. Já. Ég var bara að mynda mig brjóstanna. hvort að ég fara hér eða hér, skilur. Og líka á milli brjóstana. Já, á milli brjóstanna. Það ekki 2016 líka. Ég held kannski er það 2018. Já, kannski aðeins seinna. Eða En það er í 17. hana, þú Já. veist, En þetta er alltaf, þú veist, það byrjaði örugglega, innspóið var örugglega 2016 og svo fengu Já, þessi að já, 2017 eða já. eitthvað, skilur. En já, þetta var, já, ég fekk mér mjög mörg, þetta byrjaði að fá mér tattoo, sko, og það var alveg, næstu 3 árum voru mér hættuleg. Já. Ég fór að fá mér tattoo allstaðar. oh my god, crazy. Mhm. En veist hvað var 2016 og hefur ekki breyst síðan og er alltaf jafn gott? Mhm. Það er tvennt. En byrjum á, það er ballerína. Rétt. Já, Algjörlega sammála. Oh my god. já, þetta er ógeðslega skrítið. Já, Það er svo að fólk kíkja inn gluggan hjá okkur. já. En ég ætla, hérna, Og við sjáum þau svo vel, þau sjá okkur ekki. já, sjá okkur ekki, en hérna, já, einmitt. Mér líður þessu svona Almar í glerbox í, hérna, Almar í gler. Mér var leiði það? svo ég var í dýragaði, Já. svo ég væri bara einhver ísbjörnina. En mannstu þetta Almar í kassanum? Já. Það var Þetta man ég fyrir. 2015. 2015 er bara, ég skil ekki okkur við snúsum á að tala um 2015 í fyrra. Einmitt. Að því 2015 var fucking iconic ára líka, sko. Já, það var það, Það var alveg svona peak season, Justin Bieber, fuckboy season, skilur. Einmitt, 100%. Fyrir ykkur sem ekki vita, ég ætla bara að fara yfir þetta. Það er pottitt hlustandi núna, bara hvert að sé Já, með Almar í kassanum. Já, þau voru kannski bara nýfædd. Já, Almar Atlason, 23 ára myndlistanemi, búinn hérna setti sig inn í þess að glerkassa í húsakynnum Listaháskólans Íslands og hann ætlar að vera þar í heila viku og er ástæðan lokaverkefni hans í námskynnu leiðir og úrvinnsla. Hann sem sagt var inn í glerkassa í heila viku, kvik nakin, er í lagi með hennar mann í dag? Ég veit það ekki. Hvar er Almar? Akkur leið mér sem við vorum að ræða hann um daginn. Ég veit það ekki, en hann sko, já, ég held að hann dvaldi heila viku í glerkassa,
bara hann, við erum að tala sko, og hann var bara maðurinn, livestreamað líka hann var livestreamað, og fólk var bara að býða eftir að hann myndi stunda sjálfsfróðun, manni. Sem hann gerði það Jú, ekki? hann gerði það. Og hann kúkaði og Já, pissaði. þetta var vika. Þetta var rosalegt. Það var Stundum er list alveg eitthvað, sko. listir alls konar. Já, þetta er alveg, þetta var eitthvað. Já, þetta var sko, þetta var heimsfrækt, þetta er bara Huffington Post og fleiri bara reddi þetta sko. Já, skiljulega. Þetta er Þetta er stórfyrirlegt. ég bara vona að sé lægi með Almar. Já, potið. Vonandi. Já, en Höldum með þér. það sem var, ætla ég að segja, var ballerínakeks. Já. Ballerínakeks, það var til 2016 Einmitt. að sjálfsögðu og alveg jafn gott daginn í dag. Það var í öðrum umbúðum, vissilega. Það var í öðrum umbúðum og það var líka oft til eitthvað svona sultu. Það var þetta geðvett. Það var mjög gott. Já. Hvernig myndi það sko? Já. En- Það er til einhvers þar í útlöndum, sko. Já. Sultan og brúnt. Já, já, Ekki piparköku. sko, Og kakó og eitthvað. ég man ballerína þá borðaði ég ballerína meira sem svona mönns. Ég borðaði sem kannski svona, ef við vorum að keyra út á landi eitthvað, þá keypti maður ballerína sem með bílnum. Já. En í dag er þetta svona kaffibólladæmi. Fyrir mér. Já, og það er náttúrulega fullorinn og skrítið að vera bara eitthvað, eða þú veist. Já, og maður kaupir sér öðruvísi mönns Já, þegar maður er að keyra kaupir öðruvísmönns. og kaupir sér bara En orkudrykk. þetta geggja náttúrulega fyrir þessu útilegur og eitthvað. Já. Það er fullt af ballerínu í útlöndum, sko. Já, það eru til fullt af brauðum. Brownie og... Það hlýtur Þurfum eiginlega eitthvað, að koma það með kemur smá örugglega eitthvað frumvarp. sumar sko. Við skulum alveg gangi í þetta fyrir ykkur. Það ekki. Og það var líka, hver var challengeið? Það var alveg 2010. Já, það er way Já. back, ok. 2011 eða eitthvað. Ok. En Coca-Cola, það var líka til 2016 Já. að sjálfsögðu. Að Það er sjálfsögðu. búin að vera til bara guðum að vita hvað fokkin lengi sko. En það var til 2016. Það náttúrulega var mjög, það var náttúrulega, já, EM var 2016. Ég menn, ég er nú með fyrsta Coca-Cola samstarf mitt. Það var enda 2017. En það? Coca-Cola samstarf? Já, maður sé Oh getur þessu. my god! Þetta var þegar það voru That's svona... amazing. Já, það segja hérna... Mitt Coke, eða svona, Nei, mér svona drauma staðsynning. já. Og hérna er ég mynda mér með Coca-Cola. Eitt sem stendur Bali og Dubai og svo held ég á einu Bahamas. Bara, since I've been to Dubai and Bali this summer, my next dream location would be the Bahamas. Always wanted to visit the Pig Beach. Og hashtag draumasumar, hashtag ad. Það er enda draumurinn minn að fara á Pig Já. Beach. Ég hef reynd að fara til Bahamas. Já. En það var ekki laust í Pig Beachi maður. Mitt. Já, það er enda my bucket list. Oh my god. Já, þetta er fyrsta samstæðan með Coca-Cola. Shit. Mér sýnist líka Taste the Feeling lagið, það hefur komið út á. Oh. The Jingle. The Jingle. Já. En vá, ég sko byrjaði að vinna hjá Coke. En ég held að það hefði verið 2017. Það gerist nefnilega helling 18. 2017, sko. Já. Ég man ekki alveg hvor árið það var. Það var Já. alveg hvort. 2017 var nefnilega helviti gott ár líka. Já. Geðvitt Ég ár. var spennt að fara yfir það á næsta ári. Já, það verður gaman að fara það, Já. alltaf 10 ár eftir í tíman, sko. Já. En Coke hefur alltaf verið stór partur af, Okkar lífum. já, bara, þú veist, en fyrsta myndin sem er til að mér er við liðan á Coke Einmitt. í gleri. Og líka stelpunum, þínum. Gera það sama. Það er haldið hefðina. Það er sjálfsög. Þetta er bara mjög mikilvægt að það er mynda sér við liðan á Coca-Cola. Svo samanlega. En líka kom ekki þarna nafnaherferðin hjá Coke. Í fyrra var hún 10 ára, það ekki? Þannig að hún kom út 2015. Já. Vá. Oh my god, my Coke. Kannski kemur núna bara drauma Það getur alveg komið, já. Það var geðið. Það er allan að örgulega fullt eitthvað skemmtilegt að koma núna. Elskar svona nostalgíu gegnum þessu klassísku vörumerki. En ég elska líka að það sé alveg hægt að fá, þú veist, sama kóki og ég fekk 2016. Einmitt. Þess að ekki búið að breyta uppskriftinni og eitthvað rugg, skilju. Ég fengi mér síru núna líka og þannig. En þú veist, það er líka ákveð beauty í því að það er alltaf breytast. Það er alltaf eitthvað að steppa bara, sumt má bara vera alltaf eins. Bara það þarf ekki að breyta öllu, sko. Nei, þetta er one of those things, sem búin að tala um tapas, bara hefur alltaf verið góður, en það er góður hann var 2016. Með sömu sangaríðnar og bara af því það er Akkurat. fokkin virkar. Humralið, Já. allt jafn gott, Coca-Cola, ballerín, þetta er bara, svona þetta að vera, sko. Einmitt. Og einmitt, það bara þarf ekki að, þú veist, sumt má bara vera eins og það hefur alltaf verið. Algjörlega, það er ekki alltaf að breyta, sko. Nei, ég er alveg sammála því.
Þannig þetta er búið að vera, já. Og líka annað sem við vorum var alltaf að gera, var að fara í hagkaup, sko. Já, mjög duglegur að fara í hagkaup. Já. Mjög Við vorum alltaf í hagkaup. Já, það vorum í MS, já. Skeifunni. En okkur langar bara að minna á eldgrillaða kjúklingin í hagkaup. Já. Hann er svo drullugóður. Hann er svo drullugóður og það er bara svo, já, hann er juicy. Það er líka nice. svona nostalgíu dæmi sem hefur bara alltaf verið jafn fucking gott. Solid. Já. Eldgrillaða kjúklingum með eitthvað brúnni sósu. Frönskum og hrásalat. Já, hrásalat, takk. Takk fyrir. Og svona kjúklingasósan, manstu? Já. Eitthvað svona brún kjúklingar. Nei, ég reyndar að tala svona hamburgerasósu, koktelsósu. Já, ég veit hvað það tala já, satt. Svona vintage. En já, það er klassist. Ef að fara aðeins svona yfir hvað var í gangi. Sko, pop culture. Svona aðeins svona hratt að fara yfir hvað var í gangi 2016, svona remind us. Beyoncé Lemonade. Já. Þú veist, wow. Bara setti, alveg skrifa reikning bara í sögubæku, sko. Ég veit. Svo var Drake eiginlega bara efst á öllum listum. Þetta ekki Hotline Bling eða? One Dance was everywhere. I need a one dance. Vá, mér líka það sé aðeins eldra. Nei, yngra. Já. 2019. Einmitt, nei. Bara One Dance was everywhere, 2016. I need a one dance. Kanye West byrja svolítið þarna í svona his meltdowns. Það var mikið talað þarna veikindin hans og þannig. Já. Þetta er náttúrulega líka sama ár og Kim Kardashian var rænd í Fraklandi. Hann, þú veist, ég man einmitt að hann var á túr þegar það gerðist. Já, sturlár. Og líka, sko, gerðist líka það ár. Taylor Swift og Kanye og Kim drama, það sem að Famous símtalið lagið Famous. Famous er á Pablo. Já. Einmitt. Og það símtali, ég hef enda á sig eitthvað, eða þú veist, ég man ekki hvenær var, það símtal lag út og muni þá var svona eins og hún hafi samþykkt, hann hafi sagt þetta, það var allt berjálað, við þurfum kannski ekkert að taka bara deep dive í þetta drama fyrir ykkur ef þið vitað ekki. En Hotline Bling kom líka, bara að segja. Já, ok, já, einmitt. Þannig að þú veist, þetta var rosalegt. Pokémon Go. Oh my god, Pokémon Go. Og þetta var sko stærsta bara ár Pokémon Go. Ég var hooked. Varstu hooked? Ég var hooked. Oh my god, svo mikið leikur fyrir þig. Okkur? Bara út að labba og leita okkur. Já, en svo var maður bara keyrandi, sko. Já. Þú bara saving. Já, það var geðveikt. En já, þetta var svo, vá, hvað Pokémon Go var geggjaði leikur. Þetta er einu svo tölvuspilið sem ég hef bara dottið inn í, sko. Og ég man ég var alltaf hann í kringum vörglas og laug og það er alltaf geggja svona vá, þetta var skemmtilegt, sko. Það var geðveikt. Það var að koma eitthvað svona leikur. Já. Aftur, sem að kemur öllum út. Kemur fucking krökkunum út. Já, herri, Pokémon Go, vakna, sko. Takk. Já. Nei, alveg, það þarf svo mikið. Ég er ekki til í hann fyrir krakkana bara, sko. Já, líka fyrir svona við. Það þarf samt svo í alveg svo mikið, bara eitthvað svona leik til að koma þessum iPod-krökkum fucking út. Með iPodin. Literally, at least þér úti bara að fá ferskt loft, sko. 100%. Eitthvað fyrir sumari, takk. Já, fyrsta sería Stranger Things. It's been 10 years, sko. Fymta sería var að koma núna. Já. Crazy, bara alast upp með þessum börnum, sko. Já, þeir eru líka bara fullarinn í lokin, skilur. Það er bara svona, what the hell? Já. Akkur tekur svona ógeðslega langa tíma fyrir að gera þetta? Ég veit ekki. Það var COVID kom. Já, það kom hana inn í. Já, þetta var alveg, þú veist, þetta var stórt, ég var náttúrulega Kylie Jenner, náttúrulega bara King Kylie Cosmetics og þú veist. Kylie Cosmetics byrjaði, var það ekki í maí eða eitthvað 2016? Eða var það fyrir það? Var það ekki 10 ára núna, 2015? Var það 2015? Byrjaði ekki, já. En þú veist, það var bara eitthvað dropp. Það var að koma alltaf nýtt, bara svo fucking ört og maður þurfti að eiga úr hverju einasta kolleksjoni og þetta var alveg svona Nei, sko, Guðmund góði hvað ég átti mikið að þessu. Já, ég elska þetta og ég á ennþá svo mikið. Ég líka. Svo voru alla gellur, þið kannski vitið þetta ekki, en það voru alla gellur á Buffs.co. Buffs.co. Ég datt aldrei í það. Ég notaði það til að edita það, en ég var aldrei með eitthvað prófíl þar. Nei, þess að maður notaði það bara sem filter app, skilur. En sumir var bara með eitthvað prófíl og það var alveg smá svona, alltaf ég ertu svona Buffs.co girl. Já, það var svona eitthvað, það var svona smá sérstak. Já, það var eitthvað svona, pick me eitthvað að það ég man ekki hvað það var. Nei, einmitt. Einmitt, þetta var alveg svona, þetta var rosalegt, sko. Svo var líka sería sem var í gangi, það var Rob and China. Þetta er hvað
Robert Kardashian og China Já, og Blac Chyna. Rob and China. Já, þau voru með seríu í gangi á í 2016, það sem að frækt atriði sem hún are you texting other bitches í símanum, það mjög alveg en ég man ekki hvort það hafi verið 2016 eða þá byrjun árs 2017 sem að þeirra online feud gerðist og sko Robert Kardashian búin að vera úr sviðsljósinu síðan manstu hvað hann gerði? Nei. Hann postaði bara fullt af bara leyndamálum hennar bara á Instagram sitt bara basically myndum af henni nöktri. Já, alveg þess að hann var alveg cancelled eftir þetta. Já, og hann hefur eiginlega bara verið cancelled síðan. Já, maður gleyma því. Það annarkvort að gerast 2016 eða 2017. Þetta rosalegt. Ríklegt. Það gerðist helling af hlutum, sko. Já, það var rosalega ár, sko. Já, ég var að googla, Kylie Cosmetics kom 30. november 2015. Já, þannig að það var svona tiltölulega nýkomið 2016. Einmitt, þú veist, og það var bara í hæpinu sínu, skilur, þú veist. Svipuð þetta Ísland strax? Já. Einmitt. Það gerði það nefnilega, sko. Því man við vorum alveg bara, við náðum bara fyrsta droppi. Já, og við vorum alveg í MS ennþá þegar þetta var komið. Já. Fuck, það var góða tíma með þess. Crazy skemmtilegt. Það var svo gaman. Já. Eitt líka því við vorum svona að renna yfir árið og þannig, núna að koma lokum á þessum mánuði, janúar senn á enda, núna tilvalið að þið náttúrulega öll náðu ykkur í Indo-appið núna tilvalið að kíkja þar inn og skoða eðislan mín hvað eittur í, hvað getur lagað hvað getur eitt meir í þú veist hvert peningurinn að fara, það er svo skemmtilegt að sjá þetta sko það ekkert mál, þú veist, fyrir ykkur sem að svona vilja færa allan peningin ykkar yfir til Indó, þú veist, það ekkert mál, það ótrúlega auðvelda leiðbendingar hvernig þið getur gert það, bara breyst í, þú veist, að launin eitthvað vera lögð þar inn og svona þannig. Þetta ógeðslega sniðugt. Ég að nota Indó þannig núna að ég eftir að færa allt yfir, þannig ég úthlutaði mig bara svona fyrir mánuðin. Svona smá eyðslu kost. Pening, já, þannig að það svona bara þannig að ég ok, þá get ég actually séð, ok, að því að, já. En ég meina samt ógeðslega þægilegt, ég fæ líka alla reikningu alltaf þarna inn á, sko, þú veist, ég sé allt. Þetta, og það gerist bara með þetta samme, sko. Þetta ótrúlega fljótt ferli að sækja appið. Ótrúlega fljótt. Bara maður fær kortið bara strax líka heim. Já, þannig að bara minnum á að skrá ykkur og ef þið hafi ekki gert það núna í janúar, gera það þá núna í febrúar og fylgjumst vel með þessu. Hvað peningurinn okkar að fara í. Já, það mjög mikilvægt. Þegar peningurinn okkar árið 2016 var bara að fara í Kylie, Tapas. Já. Chokera. Ok, við spurðum ykkur hvað 2016 core fyrir ykkur og við ætlum að lesa það sér hérna. Þykkar augabrúnir, choker, þröngar rifna gallabuxur og risaugnar. Þú er bara segðu þig ekki alltaf hann. Ég bara sé fyrir mér nú og mjög mikið bomber jakkar. Litríkir augskuggar, já. Euro 2016 fótbolti, já. Hérna eitt. Anastasia Dipbrá. Oh my god, já. Og Mary Lou highlighterinn. Wow. Ég var að gleyma honum. Mary Lou, sko. Mary fucking Lou. Hérna segir ykkur hoverboards. Oh my god, já. Prófaði það, já, ég prófaði 2016 já. Ég aldrei prófaði I feel like Pablo bollum mínum, ég man hvað ég var að gera ég mynda þessu, sko maður var svo mikið skater ég var svo mikið stussi bollum já, ég myndir að mér í stussi, já cut crease og chokerar mannequin challenge oh my god, já tónlistin, já, báka var góð tónlist hún var fáránlega góð Queen Bee augnhárið man ekki eftir því en manstu eftir Lily Lashes já, það var alveg man eftir Lily Lashes, já choker og dökkur liquid varalitur sem var hella að taka af já, maður alltaf geta eðla þurr og vörunum já hundafilterinn á Snap oh my god, þetta já, enga mynda mér samt seifa með hann nei, ekki heldur held ég nei, skrítið ég þarf að fara í áflakkara, sko ég þarf alveg að opna flakkara menn þar á ég á flakkara eitthvað staðar, ég á hann ekki, sko þannig er bara farin ég á minn, sko, og það til svona risky stuff inn á honum, sko ég vona ég hafa ekki bara, eða fóreldrar mín hafa ekki bara gefið hennar flakkari eitthvað ég var búin að gleyma orðinu flakkari þessi við ekki hvað flakkari er það er bara basically sem að tóka allt efni sitt myndinar, tölvunar sínar og setti inn á flakkaran bara sem geimsla, en maður notaði þessum flakkaran mest til þess að horfa á spólur sko, einastu ég á þennan flakkara er að því að ég átti svona gamla hvíta MacBook 12 svona alveg feita hvíta MacBook 12
sem ég keypti mér, þú veist, því ég fermdist og notaði hann alveg, þú veist, þarna til já, bara ekki fyrir, þú veist, hún var ennþá í notkun 2016, sko. Svo það þegar ég flytja til Boston sem ég oh my god, ég væri svo mikið til að sjá myndirnar á MS og eitthvað, þú veist. Ég man þegar þú fórst yfir þær. Já. Og þú, sko, þá náttúrulega stjúpappi þinn sem alveg temdi töluna inn flakkarinn, sko, ég veit ekki alveg hvað shit he has seen. En sko. þar í alvörunni, ég geti boðið þér heim, bara þér stelpum MS, já, þetta bara flakkarinn heima. Ég sko grenni allt, og þetta eru myndir sem bara enginn má ever sjá. Nei, þetta við á djamminu, og bara, þetta í alvörunni, þú veist, ég aldrei geta opnað þetta eitthvað svona nálægt gunna, eitthvað, þið verður líka the screenshots. Já, holy fuck, sko, it's giving bara Binni Glee screenshots. Literally. Bara. Þú veist, þetta er bara svakalegt. Já. En ég var bara bjóður ekkert í partí, sko, þú veist, þú ert eftir að grenja. Ég ógeðslega spennt, getur við planað það svona? Já, bara Galentines. Galentines, já, bara, þetta, manstu ekki þegar ég held afmæli mitt núna, það sem að þegar var ég, þá var ég smá að nota myndir af þessum flakkara. Ég var bara, hvað í fokkanum þetta fyrir líf? Það var svona mynd til dæmis bara svona brjóstum, þú veist, og ég bara hver á þessu brjóst, það var eina af ykkur skilur, þú veist, og þá þetta bara myndir sem við vorum að senda hver annari. Og við vorum ekki vissar hver átti brjóstin. Nei, svo ógeðslega mörg screenshot af einhverjum tweetum, þessum fólk var að subtweeta okkar vinahóp. Aha. Ég ætla ekki að segja nafnið á honum. Er það hann nafnið? Nei, bara þú veist, bara vinkonurnar okkar, bara okkur og vinkonurnar. Man ekki að því? Ekki? Nei. I'll show you. Það vissu fólkur við værum. Já. Ok, let's talk about this later. En ok, hérna höldum við áfram mikið með EM, augabrúnir, Musical.ly, þannig að það var ekki alveg okkar kynslu. King Kylie, Unicornhár. Það hlýtur líka að vera ykkur ungars já, við vorum ekki þar, en spennandi. Starbucks, Choker, Sarah Beauty Corner YouTube. Við kannast alveg við þetta. Mér finnst hana, hvað hétur hana? Jaclyn Hill. Jaclyn Hill, já. Jaclyn Hill, Manny Mua, Patrick Ta, Bretman Rock. Patrick Ta, mannstu þú hún Nei, þar? ekki Patrick Ta, Patrick Hinn, sem maður alltaf reglaðum saman. Já, hann Patrick Star. Star, já. Já, og Jeffree Star. Shane Dawson. Já, það var þetta ekki Mua. Nei, en hann gerði ekki collection sitt með Jeffree Star. Ég var ekki alveg inn í þeim Ég var nefnilega alveg inn í þeim, Já, það var eitthvað hella drama með þeirra. Shane og Jeffree. Nei. Jú, þeir voru þeir saman á móti ykkur með öðrum. Á móti hann Hey Sister. Nei, það James Charles. En það fyrst var hann á móti hann þeir voru orsökin af James Charles og Tati, já, það kemur samt alveg. Fyrsta TV-vikunadrama? Fyrsta TV-vikunadrama var Tristan Thompson. Svo kom þetta. Og svo kom þetta. En það gerist ekki alveg strax. Það gerist alveg 2018. Já, ég veit. Þetta 2019 eitthvað. En þetta var svona Instagram, svona Mua-ni sem ég var að fylgjast með. Já. En svo Manny Mua, palettin með Makeup Geek. Já. Palettan. Uppáhaldum mitt. Oh my god. Og James Charles Morphe palettan, þú veist, fólk er bara ennþá. Er hún 2016? Nei, ég menn ekki nákvæmlega hvernig var. Já, kannski. Hann alltaf var svo ungur þarna. Já. Þú veist, hann var alveg bara 17 ára, þannig að hann var svona rétt að byrja, held ég. Já. Þannig að hann var ekki komin alveg Morphe. Nei. On Fleek. Oh my god, Highlighter on Fleek. Pia Mia. Oh my god. Sara Larsson, Justin Bieber í rýpnum galabúsum, Graphic Tees, Hailey Baldwin. Mannequin og Musical.ly, Victoria's Secret Englarnir. Nei, var það ekki hægt þarna eða? Var í pásu? Var það ekki? Það er ógeðslega margir sem að ruggla líka 2016 við bara 2002, sko. Já. Var að fara í svona, þú veist, Y2K. Já, það var alls ekki þannig. Já. Bandanas. Það var svona líka, mikið 2017 líka. Snapchat filters, best times. Instagram spam. Man ekki. King, hún er að tala bara mikið á Instagram. Spamma á Instagram, já. King Kylie, Kylie Lip Kids, Keeping Up with the Kardashians, íslenskar Snapchat Muas, já. Good times. YouTube, The Dab. Er það ekki yngra? The Dab? Ég man bara þegar ég kynnist Magneu Björg, hún er alltaf að dabba. Hún er ennþá því í dag. Hvernig kynntist henni? 2018. Það ekki, þegar við fórum 2019. Við kynnumst 2019.
manstu ekki? Já. Á Secret Solstice. Einmitt. Ég að checka hérna. Justin Bieber, Aaron Khan 2016. Ó, já. Það var hérna, nei. Jú, jú. Og þekki strákin. Þekki strákin, já. Það, ég man bara Er hann ekki að halda þekki strákin 10 ára tónleika? Það geti verið. Ég held það. Það var, hann átti þetta ár, sko, gjörsamlega. Ég man svo vel eftir því þegar maður var svona, þegar vorum alltaf í pre-drinks áður í fórum niður í bæ. Einmitt. Það var alltaf að hlusta á hann. Herru, The Dab blew up around 2015-2016. Peak 2016 pop culture. Okay. Magna bara, ég haldi að það er ennþá haldi ég alltaf. Besta mín. Skinny jeans plus crop top plus choker. Slay. Það er líka lífa einfalt. That's a fit. Það er einu sem þú þurstir. Já. Það var engin annan með einhvern annan stíl. Anastasia Beverly Hills. Gjörsamlega. Að gera slími á 6 ára. Ég var bara varstu að gera slími á nei. Já. Lagið Lush Life. Sem er bara on top charts nú. Já. Musically. Heavy augskuggi með þykkum mælanir og rauðum varlit. Vá. Já. Nei, rauðum varlit var ekki alveg hjá mér. Ég er með allan í desember. Já, þetta. En hérna 2015 var ég mikið með rauðum varlit. Mann því. Ray Shremmond lög og vídeo. Musically, King Kylie, Sara Larsson og Tene. Árið sem ég lærði að mála mig fekk á að make-upu uppkvætaði áhrifalda Íslands á Snapchat. Dökkar augabrúnir, matte make-up, fidget spinners. Vá, já. Bieber era tónleikanir í Íslandi. Facebook album. Musically, hundafilterinn, Flower Crown og Rio de Janeiro, LA, Starbucks, Palmotri og Gallastulur. Já, það var mikið svona LA vibe. Augskuggi, Adidas Superstars. Man ekki hvað eru mínu go-to sneakers á þessum tíma. Var það ekki bara Superstars? Eða Stan, hvað heitir Stan Smith. Stan Smith, Adidas skoðinir. Já. En hvenær kom fíla? Það er til 2017-18. Að það? Já, kannski var að byrja þarna. Já, ég held að sé að byrja að fíla. Já, ég man hérna. Fíla skoðinir. Já. Hvernig voru þeir áttur? Ég átti það held ég ekki. Þessu svona hvítir, svona feitir. Þessu voru okkur til í alls konar litum. Já, Cut Crease, Musically, þrönga gallabuxur úr Topshop með gat á hnjánum. Já, Jamie. Jamie úr Topshop. Justin Bieber, Adidas, Cut Crease, augskuggi og matta varir, Tumblr og Choker. Voru við ennþá Tumblr hana? Ekki mikið, þetta var ekki sagt fyrir mig. Ég var alveg mjög mikið á Tumblr, ég held ég var hægt þarna. Go Tónlist, The Makeup Chokers, Adidas og Hermannagrætt og mannst þetta Hermanna í okkarum. Oh my god, voru þeir samt 2016? Voru þeir ekki aðeins fyrr? Ég held það sem 2014. EOS Varasalvi, King Kylie, JB tónleikar, filtrar, hundar, Kylie varalitir, Cheap Mondays, breiðan, gallabuxur, Boxy Brows, allt litritt og besta stemningin í samfélaginu. Besti tíminn úlingur. Ég man ekki eftir miklu litum. Það var allt verið svona Hermanna grænt max. Já, ég man ekki eftir miklu litum. Og svo allt bara svart og hvít. Já. Purpose albumið kom út 2015 en var vinsælt 2016. Ariana Grande, gamla stærrikið hennar, já, með chokerinn og high ponies. Derhúfur og ombre hár. Snapchat filterar og mikið make-up. Anti. Það var það senasta albumi hennar. Einmitt. Pældi því. Marc Jacobs, já. Já, það var Slay veskin. Það var Slay. Það var svona, og Michael Kors líka. Já, vá. Alltaf með Michael Kors og Daniel Wellington úrin. Já. Og það var allir að hefða sem eitthvað samstöð við það. Já. Litrika leggings og pilsi að gallast upp yfir. What? Það er yngri kynslaðið. Já. Starbucks, Choker og Musically, Choker og eyeliner, steinar yfir augabrúnunar. Hér. Já, man ekki því. Nei. Adidas Superstar, svartar Adidas-buxur, bomberjakki og Anastasia Dip Brow. Við sitjum það í svörtum Adidas-buxum. Já. Það er ókslega margt sem segir litir. Það lítir að vera yngri kynslaðina því ég tengi það ekki. Já. Drake, Fetty Wap. Já, hann var alltaf komið fangilsi núna. Það er alltaf að vona að hann sé að vera að gera tónlist. Ok. Já. Mac og Kylie. Já, Mac var alltaf líka allir lipplanir og eitthvað. Video Star. Það er líka bara að Gimme Sun, þú veist. Já.
Mac Þú veist líka bara allir varalitinni, mástu. Já, bara hennar Velvet Teddy. Velvet Teddy, takk, já. Ég ennþá að nota hann ekki Hún geðveikur. Musically, Sunset og Pálmatré, besta pop tónlist, bara tónlistífumbilið. Mástu maður líka alltaf að nota strópkrím, frá Mac. Já, einmitt. Ég reyndi að stalla aldrei á það, en ég man þetta var mjög vinsælt, já. Og var það hvernig nota ég það? Já, ég skildi aldrei hvernig, þetta gerði ekkert fyrir mig. Nei, en það ég man bara svona, aðal Mac-gælurnar voru alltaf að tala stróp, og það var, alla gælurnar og Snapchat voru alltaf að tala þetta. Og Keep Calm and... Já. Var það ekki fyrr? Mér líður þannig. Please. Ég held að það sé svona 2012, sko. Þegar maður var nýbyrjar á Tumblr. Já. Já. Eða þú veist, fyrr jáfnvel, sko. Einmitt, ég held að það sé 2010, sko. Þetta alveg gamalt. Þið eru alveg reaching hana, byrju. Ég að googla það, sko. Keep Calm and Carry On. Þetta lítur að vera svona 2010. Origin. Ég trú ekki þetta, nei, þetta ekki 2010. Þetta reyndar byrjaði 1939. Einmitt, sko. You're way wrong. You're reaching. You're way off, guys. Þetta var svona þegar mýmin voru nýbyrjuð, sko. Manstu? Já, þetta er alveg Tumblr tímabil, sko. Já. Ok, það er ekki hægt að finna það hérna. Nei. En þú veist, já, það var... Kannski fyrir ykkurum var þetta mikið þeirra kvót árið 2016. Ég man það var oft svona myndir svona að geta stærk, eins og Sara Larsson postaði svona hennar dæmi, sástu það? Nei. Það var svona smá myndir, svona eitthvað vibe og svo texti yfir. Það var svona smá 2016. Það var kannski svona Tumblr eraðið á, þú veist, þeirra, þá. Já. 12.00 Vestló fyrir einhverjum. Já, samanlega. Já, fyrir okkur líka. Kylie Lipke, Justin Bieber, hún er allir að segja það sama hérna. Við þetta gáðist að segja eitthvað annað hérna. Myndugrætt. Já. Mér fannst það svona hermannagrætt. Já. En jú, myndugrætt virkilega, það var mjög mikið trenda á make-upinu. Sko ekki hérna Grandi, Ugluhálsminni, nei, það er 2010 vinguna mín. Já, það er miklu eldra. Já. Slökum að þess á hér, sko. Reaching. Já. Magabólir, já. Naglalæki sem brotnar. Manstu því? Það var samt ekki 2016. Var það ekki fyrir líka? Ég veit ekki, en I remember. Það er samt, já, það er alveg, já. Glowy make-up. Nei, það var matt. Vissulega. Alltaf það sem, jú, reyndar alltaf highlighter, sem alltaf alveg matt make-up, ekkert sólapúður, svo bara Mary Lou. Já. Highlight on fleek. See me from the stars, sko. Oh my god, sko. Já. Það var rosalegt. Hvað er sko það? Ég er sko, ég mitt bara, ég var að kíkja Sara Larsson með textan yfir. Já. Það er mitt svona mikið, mér finnst þetta að vera samt þess að sé eldra. Einmitt. En ég er sammálaði, mér lýðist að sé aðeins eldra, sko. Já. Kim gaf líka út hérna Selfie-bókina. Já, selfie-bókina og hérna publisera sínum own nudes af því að það var búið ráðast inn í iCloud hennar. Já. Eins og hún sagði í kapsunu bara I can promise you my 2016 was crazier. Það er örugglega rétt, sko. Og þú veist, allt gerðist með Lamar Odom. Já. Þú veist, þetta er alveg styrla, sko. Einmitt. Þetta er úrslega skemmtilegt. Ég elska hvað allir eru búin að vera að taka þátt í þessu trendi og ég elska það. Posta svona. Það er svo gaman. Alltaf þú getur postað, ja? Jú, ég er að safna saman. Ég þarf bara opna flakkra minn. Já, en nei, farði úr honum. Ekki taka mín eitt. Mér langar svolítið svona að finna, þú veist að ég fann bara eitthvað sem ég var bara með á Instagram. Mér langar svolítið að finna bara eitthvað sem að ég er ekki búin að sjá actually lengi, þú veist. Já, einmitt. Það er bara sem eru bara svona eitthvað stemmingsmyndir. Já, og líka bara svona eitthvað svona, þú veist, bara mynda eitthvað sem maður var að gera. Já, skilur, ekki bara, að ég á bara selfies sem voru Instagram. Einmitt, mér langar svolítið að finna hitt. Já, en við hefum ekki heldur gleyma boomerangs, sko. Boomerangs, einmitt. Mér stað alltaf gleymt inn í þessu umræðu. Þú veist, 2017 var the year of the boomerang, en 2016 það byrjaði þetta, sko. Já. Það byrjaði þar. Ég hef alveg mörg boomerangs á mér. Það er ræktur. Love it. I love it. Já, einmitt. Gott ár. En 2006 is the new 2016. Já, ég er mjög spennt. Ég líka. Það er við erum enda bara að býða eftir að árið haldi áfram. Það er bara janúar búinn. Já. Skilur við? Það er bara 1 mánuði búinn. Ég veit það. Það er svo mikið eftir. Þetta verður bara, það verður yndislegt ár. Já, dásamlegt. Já. Bara dættum aftur í boomerangs og chokers, guys. Let's fucking do it. Right? Nei, we love you guys. Bara við sjáumst bráðlega. See you next week. Bye.